Það ekki margir einstaklingar sem hafa lagt í að byggja einbýlishús hér á landi síðustu 8 árin, en nú virðist komið annan hljóð í strokkin, bæði í höfuðborginni og út á landsbyggðinni. Á Sauðárkróki nýrið sér 220 fermetra einbýlishús sem gert var fokhelt á aðeins 16 dögum. Það eru hjónin Heiðar Örn Stefánsson og Gunnhildur Ása Sigurðardóttir sem réðust í að byggja fyrsta hús sinnar tegundar hér á landi með nýrri tegund af yleiningum frá límtrefírneti og steinull frá Sauðárkróki. Hér því nýjan íslenskan byggingamáta að ræða. Kostnaður við fokhelt húsið með gluggum, einingum og smiðum 17 milljónir króna. Þetta bara pakki sem við kaupum að límtrefírnet. Þeir sjá hönnunina og burðarþolsteikninguna og bara alla vinnsluna á þessu. Við fáum timbrið og einingarnar og þakið og nagla og skrúfur og allt tilbúið af þeim. Og svo steinullin, hún öll unnin hérna í Skagafirði í steinullasmiðjunni. Þannig henni keyrt á flúðar og svo aftur baka. Þetta sem draumahúsið ykkar sem að rísa hérna á Króknum? Já. Ég ætla að vona að það verði það. Nú var grunnurinn til og en fenguðu ekki ráða svolítið hvernig herbergjaskipan og annað Það fylgdu með grunninum alveg teikningar af þessu og mér bara leist rosalega vel á þær teikningar, þannig að við breyttum bara ekki neinu í herbergjaskipan nema ég fjarlægði 2 glugga á eina hurð. Svolítið margar hurðar á húsinu. En þetta, þið búin að taka saman hvað þetta mun kosta ykkur? Já, við náttúrulega bara með áætlanir sem að vonandi standast. Það náttúrulega mikið eftir inn í húsinu. Þannig að það svo sem getur flöktað upp og niður. Hvernig hljóða þessar áætlanir? Við að vonast að sleppa inn hérna milli 30-40. En það sem að geta eins og grunnurinn var tilbúin, við kaupum hann af Landsbankanum sem tekið úr þrotabúið, þannig við fengum hann náttúrulega mjög góðum verði. En hann var búinn að standa hérna síðan 2007 með minnir. Þannig að þið eru í raun og veru fyrst til þess að fara að reisa hús eftir hrun hér á Krók eða hvað? Já, ætlum ekki að segja það, það er einstaklingandir. Það er alltaf búið að vera að reisa hérna verksmiðjuhúsnæði og svo annað og mikið náttúrulega byggt hérna í kringum okkur í sveitunum, en það engin fyrir að staðinn þá Króknum. Og hvað með framhaldið? Ætlið að setja eitthvað utan á húsið eða hvernig getur það staðið svona? Já, eins og þetta núna þá þolir þetta öll veðurskilur á Íslandi. Við erum náttúrulega eftir að ganga frá áföllum og þakskeggi. En svo erum við að hugsa að brjóta þetta upp með timbri. Þetta getur verið svona bara, ég veit ekki hvað lengi, bara endalaust. Þetta bara endalaust, eða bara eins og klæðningi dugar, sem ætti alveg að vera 40 árið eitthvað álíka. Ef maður verður leiður á þessu, þá getur maður klætt bara utan og allt saman þess vegna. Það svo sem einn af kostunum sem við sáum líka við þetta, því að þetta náttúrulega ný áferð, þessi mikrobára. Þetta hefur ekki verið áður og þessar einingar af þeim eiginleikum getum að það að klæta beint utan að þér. Þannig að við getum sett hvað sem á þetta ef við höfum ekki líka þetta, bara seinna meir. Staðan í húsnæðismálum á Sauðárkróki þannig að eftirspurn miklu meiri en framboð og skortur á leiguhúsnæði. Þessi byggingamáti hefur því vakið áhuga mun fleiri og fyrir séð að samskonar hús muni rísa á næstunni á næstu lóð við þau Heiðar og Gunnhildi. Upphaflega var ég reyndar alltaf að skoða bara eldri lausnir í það og timburhús. En svo þegar leið á tíma þá leist okkur alltaf betur og betur og þetta og svo bara varð úr því að fyrsta húsið yrði bara hjá okkur. Og þetta náttúrulega hálfgerð þróun að vinna, það náttúrulega ýmislegt sem komið í ljós sem hægt að breyta og bæta. En já, þau byrjuðu bara hérna í gær með steypuvinnu. Þannig að það sama hvar maður býr á landinu raun. Þú getur byggt svona hús fyrir þessar 30-40 milljónir hugsanlega. Já, það náttúrulega erfitt að segja, en eins og segja, við náttúrulega sér í kringu þetta, því við vorum komið með grunninn og við náttúrulega vorum takmarkuð á hvernig þetta gera þetta, þannig að þurftum náttúrulega að fá allan burð og uppfylla allar byggingarkröfur, þannig þurfti að hanna húsi út frá því. En þeir sjálfur sér ekki með neitt staðlað hús til sölu ennþá. Þannig að fólk getur leitað til þeirra með alls konar hugmyndir sem var kannski einfaldara að leysa úr heldur en þetta. En svo veit ég ekki hvað grunnur myndi kosta. Það fer eftir staðsetningu, en tíminn peningar, það ekki nokkuð spurning. Og talandi tímann, hvenær ætlið að flytja inn? Það svona bjartsýni að fara inn áramót. Nei, förum inn fyrir jól.
Við látum ykkur útkljá þetta. Ég held í janúar einhvern tímann. Ég vona það. Það fyrir eftir hvað strákarnir mínir eru duglegir að vinna inni. Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Takk fyrir það. Takk.